Hér norður á bölum og ströndum þar sem heitir á eyjum bar svo við fyrir 100 ára að fættist meybarn. Það svo sem ekki í frásögu færandi og ekki heldur þess getið hverra manna stúlkan var. En að þeirrar tíðar hætti var ákveðið að bera barnið sem fyrst til kirkju og skýra það til kristinnar trúar. Á þeim tíma hafði ekki verið reist kirkja en þá á Kaldrananessi við Bjarnarfjörð og því þurfti að finna prest alla leið að prestsetrinu stað í botni Steingrímsfjarðar. En það nokkuð löng leið á 2 jafnfljótum. Til fararinnar valdist piltur og stúlka sem héldu af stað með barnið innan klæða hér suður Bala og inn í Bjarnarfjörð. Fljótlega var þeim ljóst að þau báru sömu hugrenningar til hvors annars og fýsti sífellt meir með hverju skrefi að njóta ásta. Þeim þótti ekki líklegt að betra tækifæri gæfist í fjölmenninu á eyjum. Segir ekki að för þeirra fyrir en þau koma á Bjarnarfjarðarháls, þar sem lengst milli bæja á leiðinni og liggur milli Bjarnarfjarðar og Steingrímsfjarðar og nálgast stein þann sem þá var nefndur Miklisteinn og stendur þar stakur á hálsinum. Hér þótti þeim kjörinn staður til að láta verða að löngun sinni án þess að hvítvoðungurinn yrði var við ástarleikinn. Þau lögðu því barnið niður öðrum megin við steininn og brugðu sér sjálf í hvarf á bakvið hann. Að góðri stundu liðinni ganga þau aftur til barnsins og ætla að halda ferð sinni áfram niður í Steingrímsfjörð. En þegar konan beygir sig niður til að taka barnið upp, þá rekkur hún við. Hún sér ekkert lífsmark með því og svo illilegt það á svipinn að þau þora hvorugt að snerta það og rökkva frá og hlaupa í átt til bæjar á ný. Þau voru skammt komin þegar þau heyra barnsgrát að baki sér og snéru því tilbaka að steininum. Sýnist á barnið hálfu ferlegra, blátt sem hel en þó með lífsmarki. Ekki þorðu þau að snerta barnið og hröðuðu ferð sinni aftur til bæjar og segja frá því hvað fyrir þau hafi komið. Heldur þótti saga þeirra ótrúleg og voru því gerðir út menn til að sækja barnið á hálsinn. Þeir komu hér að Miklasteini en þar var ekkert barn og hvernig sem þeir leituðu þá fundu þeir hvorki tangur né tetur af barninu í nágrenninu. Mikið var barnið rætt og urðu menn ekki á eitt sáttir með skýringuna á barnshvarfinu. En þarna á Bjarnarfjarðarhálsi fór brátt að verða vart við stórvaxna kvenveru sem enginn kunni skil á og sást stundum í venjulegri mannsmynd og stundum með selshöfuð og fékk því nafnið Selkolla. Töldu menn að illur andi eður draugur af trölla eða meinvætta kyni úr Goðdal hafi hlaupið í barnið hér við Miklastein og tekið á sig þessa kvenmanns ómynd. Hún sást oft hér nærri steininum sem síðan kallaður Selkollusteinn. Selkolla gerði víðreist hálsinn og nágrenni hans,
bændum á Selströnd til mikilla búsifja. Hún gekk á bústofn þeirra eins og hana lysti, þó ekki væri hún verulega illskeytt við menn í fyrstu. Þar kom að því að hún hafði útrýmt næstum öllum sel við Selströnd. Var þá bændum nóg boðið og söfnuðu liði og gerðu aðför að henni. Það var ekki mikil frægðarför hjá bændunum. Þeir höfðu ekki annað upp úr því en Selkolla því eldist og hefndi sín svo grimmilega með því að senda menn í opinn dauðann. Hún vissti fyrir þeim svo þeir náðu með naumindum á milli bæja vegna náttmyrkurs og hríðarbylja. Sótti hún verst af þeim sem tekið höfðu þátt í aðförinni gegn sér. Selkolla átti samt sem áður það til að sýna af sér mannúð eins og dæmið sannar. Það ekki alltaf sól og sumarblíða hér á Bjarnarfjarðarhálsi. Eitt sinn Selkolla var hér á ferð í hríðarbil, þá gekk hún fram á rammvillta og þjakaða stúlku. Sú mun hafa verið á leið að Hafnarhólmi, sem bær á Selströnd. Selkolla starði hugsandi á stúlkukindina stund og mælti svo: Ástur í myndanum, kindin. Stúlkan þorði ekki annað en að hlýða þótt hún væri nær dauða en lífi af hræðslu. Auk þess sem hún sá engin önnur ráð ef hún ætlaði sér að halda lífi en að halda digurt hrosshálsreipið sem flagðið hafði sig miðja. Hún dróst eftir Selkollu þvert á þá stefnu sem hún hafði áður ætlað. Ekki þekkti stúlkan nein kennileiti í hríðinni en fann að veðrið herti og frostið jókst. Hún var rænu lítil lengi vel en rankaði við sér þegar Selkolla nam staðar við bæjarhúsin á Hafnarhólmi. Selkolla gekk síðan að bæjardyrunum og knúði svo fast að bærinn skalf stafna á milli. Heimafólki brá ónotalega við barsmíðarnar og leið löng stund áður en 3 röskir karlmenn áræddu að halda saman til dyra. Fundu þeir þá stúlkuna liggjandi utan við bæinn og báru hana inn þar sem henni var hjúkrað. Engan annan urðu þeir varir við utan dyra. Selkolla var á bak og burt. Þær mundir bjó búi hér á Hafnarhólmi, bóndi nokkur Dálkur hét ásamt eiginkonu sinni og var sambúð þeirra einkar ástrík. Dálkur bóndi var smiður góður og dag einn lagði hann leið sína niður að nausti sínu með smíðatólin og hóf að dytta að bátnum sínum. Dálkur dvaldi í naustinu fram eftir degi við handverkið og verður var við að kona hans gengur inn í naustið og bregður á leik við hann með blíðuhótum og glensi sem þau áttu vanda til. Dálkur tók konu sinni vel að vanda. Hann lagði frá sér smíðatólin og lét atlot spúsu sinnar sér vel líka. Að lokum þá lögðust þau niður og nutu ásta.
Að ástarleiknum loknum rann upp sá ógnarlegi sannleikur að hann hafði ekki lagst með konu sinni, heldur óvættinni Selkollu. Það greip hann ofsa ræðsla. Hann náði að lokum að bænum, mæddur og máttfarinn, og skreiddist upp í rúm sitt þar sem hann lá viti sínu fjær og með litlu lífsmarki. Selkolla magnaðist öll upp við þennan atburð svo enginn var óhultur fyrir henni. Hún átti það til fyrirvaralaust að spretta upp úr jörðu og sótti hart að mönnum. Dálkur bóndi var í sérstöku dálæti hjá henni og þurfti því að vaka yfir honum. En því þorði enginn nema frændi hans sem þarna bjó, Þorgils að nafni, og lá framan við rúm hans nætur. Selkolla réðist eina nóttin á Þorgils og sprengdi úr honum augun. Lágu þeir nú báðir frændurnir, annar hálf dauður og hinn þungt haldinn og annað heimilisfólk nær frávita af hræðslu. Þetta leyti átti Guðmundur biskup hinn góði leið Steingrímsfjörð og fregnaði fljótlega af áþján þeirri sem þjakaði fólkið á Selströnd. Hann hélt því að Hafnarhólmi til að losa sveitina við óvættina. Þar var aðkoman aum, sútur og grátur og ódauðn í húsum. Selkolla átti ekki von á góðu.